Martin, það íslenska landsliðið að fara í forkeppni fyrir undankeppni Ólympíuleikana. Hljómar ekkert sérlega spennandi, en það spennandi að íslenska liðum sem búið að taka þátt í svona verkefni. Já, við verðum að vera bara stoltir af því að vera partur af þessu. Það er ekki öll lið sem fá að taka þátt í þessu og þú veist, auðvitað er þetta rosalega langsótt og erfitt verkefni en við bara ætlum að reyna að nýta þessa leiki til þess að verða betri og þessi ungi strákar fái svona smjörstegu að því að spila á móti bestu leikmönnum í Evrópu og sjá hvað þarf til þess að komast á lokamót. Og þetta er flott mót til þess að þjappa okkur saman. Talar yngri leikmenn. Hópurinn tilkynntur í morgun þessi 12 leikmanna hópur og ef þú skoðar hópinn eins og hann var fyrir 3, 4, 5 árum þá er greinilegt að það hafa orðið einhvers konar kynslóðaskipti hjá liðinu. Hvernig þessir ungu drengir sem eru að koma inn í liðið? Já, þetta kannski svona gerðist full hratt svona fyrir minn smekk en strákarnir bara komu virkilega á óvart. Þú veist, þeir náttúrulega kannski ekki séð mikið af þeim, bara þessa leiki í Subway-deildinni og svo framvegis en svo loksins fær maður að mæta með þeim á æfingu og það er bara allt í einu virkilega björt. Allt í einu allir byrjar að tróða og þú veist, við kynslóðin undan við náðum allir upp í hring þannig að þetta er svona gaman að mixa þessu saman og þetta er allt svakalegir íþróttamenn. Það er eitthvað sem þetta lið vantaði, voru stóri langir íþróttamenn sem geta skotið boltanum og spila vörn á trista fjarka og sama tíma hlaupa hratt og allt svona og mikil orka og ég er virkilega ánægður með að sjá hvað þeir eru komnir miklu lengra en ég hélt og það er náttúrulega mjög jákvætt. Þú ekki með núna sökum meiðsla, hvað er að gerast þér? Nei, svo sem ekkert að sökum meiðsla þetta er einhvern veginn alltaf sama saga, sumar eftir sumar. Ég var bara búinn að gíra mig upp í að vera með landsliðinu og svo tekur maður símtali út og svona heyrir í liðinu hvort það sé grænt ljós á að vera með og svona. Þeir voru ekkert rosalega jákvæðir fyrir því og svo þegar maður kannski svona metur stöðuna þá skilur maður það. Þú veist, mér líður hrikalega vel. Þú veist, bara búinn að líða vel í 2 mánuði núna, búinn að æfa eins og skepna í sumar og það er ekkert sem er að pirra mig Það er bara kannski að vera ekki að taka neinar áhættur og þú veist, náttúrulega það er Valencia sem borgar reikningana og svo framvegis og ég er að fara inn í mikilvægt tímabil með Valencia. Það er búið að gera með fyrirliða og við verðum bara 2 pointguardar í vetur þannig að þú veist, ég býst við að fá mikið af mínútum og þeir að fara aftur inn í Euroleague og svona þannig að mér langar að koma þar inn í toppstandi, ekki kannski fara í þetta verkefni og maður veit náttúrulega aldrei hvað getur gerst, þú veist, einhver meiðsli eða whatever, þannig að ég er bara að spila þetta svolítið skynsamt. Það er bara eiginlega það er staðan og vera ekstra ferskur í febrúar þegar við ætlum að fara á EM. Ertu náttúrulega að koma tilbaka eftir erfið meiðsl og svona, þannig að gott að aðeins anda á það, ekki? Jú, þú veist, auðvitað var maður svo ótrúlega hungriður í að koma tilbaka eftir svona meiðsli og kannski fór aðeins og snemma á stað og kom bakslag og byrja að fá eitthvað vökun á hnéð og eitthvað svona þannig að núna er ég bara basically að vera skynsamur og ég var að segja í öðru viðtali áðan, mér líður eins og mér leið áður en ég sleit krossböndið núna. Ég er búinn að líða þannig á æfingunum og hnéð er bara ekki að trufla mig neitt þannig að það er náttúrulega mjög jákvætt en á sama tíma þarf maður að kannski fara varlega og passa að allt sé allir vöðvararnir í kring og svona séu orðnir nógu sterkir og ég er kannski ekki alveg tilbúinn í að fara í þessa 5-6 leiki á 8-9 dögum sem að þetta verkefni er þannig að þú veist, auðvitað er það ógeðslega leiðilegt. Þetta er alltaf einhvern veginn búin að vera sama saga núna í 5 ár eftir að maður byrjaði í Euroleague. Maður hefur einhvern veginn aldrei getað verið með landsliðinu á fullum krafti en svona er það núna bara og ég verð stefna að vera með í febrúar. En Ólympíuleikar, þetta er fjarlægur draumur, ég meina heimsmeistarakeppnin var svo sem fjarlægur draumur líka. Þetta er eitthvað sem við Íslendingar við þekkjum ekki. Við þekkjum lokamót Eurobasket aftur á móti, við erum mjög hrifin af því. Og það byrjar núna í febrúar, má búast við í hóp þá? Já, þú veist, við talaðum fyrir Íslendingar, ég er náttúrulega ekkert annað en að vera á stórmótum. Ég kom inn í landsliðinu 2012, fórum náttúrulega 15, þannig að ég var búinn að vera í landsliðinu ykkur 2-3 ára þegar við fórum á fyrsta Eurobasketið þannig að ég þekki ekkert annað að vera á stórmótum mér er skrítið að vera ekki á stórmótum. Ég ætla mér að vera með í því verkefni og það er náttúrulega bara bullandi séns. Það er 3 af 4 liðum sem fara áfram og við erum búin að sýna það að við getum unnið ótrúlegustu þjóðir.
og við erum bara orðið drullu góðir í körfubolta og okkur langar rosalega að fara á annað stórmót, sérstaklega eftir þetta eina stig sem að svíður ennþá sko. Bestu þakkir Martin, gangið vel í vetur. Já, takk sem leiðis.